Já, hæ naut. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur, svona næstu 3 mánuðina. Eða svona hvað á næstunni, hvað að koma svona inn eða svona hvað í kringum ykkur á næstunni. Sjá hvað kemur í spilunum. Og ég var búin að draga þetta spil hérna fyrir ykkur. Og ég birti svari á því inni í Völuspá, Facebook. Og það sér in the Brother in Darkness. Whenever negative energy is present, it is a sign that we are ready to move more deeply into our feminine divine power. You shall overcome any negative energy with grace and triumph. Stay in your heart, there is no need to be afraid. Mér finnst þetta bara að vera svona svolítið skilaboð að þetta alltaf eftir að blessast. Þið eru búin að vera svolítið kannski langt niðri, kannski svolítið negativ, svolítið neikvæð. Og þeir eru kannski að bíða eftir einhverjum fréttum og það eins og þeir eru bara búin að svolítið að mála skrattan á vegginu eitthvað, mér finnst það. Af því að þið fengu líka þetta hérna spil, hérna. Þetta hér. Divine Sun Child. Blessing of the sun flow to you now. It's time to allow your life to flourish without limits, to let your light burn, brighten without veil. Just like the midsummer sun burning without contest in the Egyptian desert, it's time to shine bright. Þið eru eftir að sjá að þetta alltaf eftir að rættast og þið verðið svolítið á næstunni svolítið bara í eitthvað glóð og svona bara svona gaman og í eitthvað svona í krakkanum ykkar, skilurðu, og fýblast og svona það eftir að skína svona meira á ykkur leið og þeir svona bara svona, já, kannski eftir að þið eru búin að heyra þessa frétti kannski, það gæti verið eitthvað ég fæði allan að þessa eitthvað svona með þetta að gera, sko. En já, svo ætla ég að fá fyrir naut eitthvað stjörnumerki hérna, sjá hvað kemur fyrir ykkur næstu 3 mánuði, eitthvað svona ég er að vita fyrir nautin. Og þið fáið hrútur og tvíburi og 9, gæti verið eitthvað kannski september eða þá desember, eitthvað samtið það, eða eitthvað samtið tölunum 9 og þið fáið Chiron og það Chiron svolítið wounded warrior eða wounded healer eða warrior, maður það ekki alveg. En það gæti verið bara svona þeir eru búin að vera svona að díla við eitthvað svona sem þeir eru að losa já, from the past eitthvað. Það geti alveg bara frá því að þú varst barn kannski eitthvað fyrir, sko. Svo fáið þið hérna Neptunus og það svona að koma inn svona öðruvísi já, svona vision þegar að fara að sjá hlutina og svona og skipuleggja hlutina svolítið öðruvísi og svona breytingar með þetta að gera, sko. Og það svona næstunni verður svolítið mikið action, mikið verið að tala og búa til eitthvað, skapa eitthvað og gera eitthvað og getur verið það eitthvað samt við samskipti og action. Og þeir fengu Eris og Tvíburan. Tvíburan svona samskipti og tala og getur verið í samskipti við einhverjum eitthvað og það svona vera svona að fara að gera hlutina eitthvað kannski saman. Svo þeir fá hvaða chakra þið þurfa að horfa á, svona spá í hjá okkur. Getur verið svona blokkun eða eitthvað svona fyrir nautið. Og það já, að opna sig, það throat chakra, það númer 3 minnum mig, sko. Það getur verið, það Gemini, það Tvíburi, Vogin og Vaspurinn og þið fyrir svolítið að svona fara að tala svolítið meira og svona opna ykkur, ræðum hlutina
svona leiðu þið svona blokkið þetta, unblokkið þetta sko, þá er gott að hlusta meditation. Það gerir svolítið magic svona við þetta sko, skal ég segja ykkur. Og truth svolítið líka bara sannleikann ákveð sagði truth, throat. Já. Og tala sannleikann. Og vera þú sem þú ert í raun og veru, authentic you sjálf eða eitthvað bara bla bla bla. En já, ég ætla að fá eitt hérna meira fyrir ykkur. Fyrir nautið. Ég fann allavega að það að koma eitthvað svona blessing inn og það getur verið peningalega síðan og það getur verið bara eitthvað fréttir, góða fréttir og svona eitthvað mjög gott. Fá eitt fyrir nautið hérna. Það hérna Pisces eða fiskar. Svo sé hérna hrúturinn líka, númer 26. Það eitthvað sem þið eru búin að vera að bíða með að gera og þið fara að taka svona kannski ákvörðun að klára eitthvað að gera eitthvað og þetta kannski eitthvað sem varðar ykkur sjálf. Sjá hérna. Mér finnst þetta eins og þetta sér hrútur þetta, svo fiskamerkið og situr á okkur svona bóka og það eitthvað svona samt við eitthvað upplýsingar eða eitthvað, kannski þetta eins og ég var að spá í áðan, vorum að spá í áðan að eitthvað samt við upplýsingar og fá að vita eitthvað og svona bíða eftir eitthvað fréttum og svona. Og það getur verið kannski eitthvað tvennt, sko, það getur verið eitthvað svona bæði saman í eitthvað að vinna í ykkur og það getur verið kannski eitthvað verkefni sem þið eru að vinna í. Það getur verið eitthvað samt við skóla eða eitthvað fleiri, sko. Já. Ég veit ekki hvað ég heyrði Matrísubók. Ég veit ekki. Herra, já. Ég ætla að fá hérna meira fyrir ykkur. Ég ætla að fá hérna líka á þessu orakulspili hérna líka. Þetta sko það eru tölur hérna. Og ég ætla að fá 2 spil hérna og það verður svona englanúmer ykkar, eða angelnúmer. Þið getur googlað það svo bara þegar það kemur ljós seinna á netinu. Það var angelnúmer meaning og svo töluna eða talan á angelnúmer meaning og það skilaboð til ykkar og það ekkert allir kannski sem fá sama upp þannig að sjá hvað tölur þið fáið og eða hvað svona hvað fyrir svona að sjá að heyra og vita fyrir nautið. Þið fenguðu 43 og hérna rest, renovate og svo celebration, það er svona eitthvað sem maður getur fagnað. Númer 3 og eitthvað samt 43 eða þá bara að já það er englanúmer eitthvað 43. Já, það eins og þið að fara úr þessu bordum eða það sé ekki að bara gerast og það eitthvað svona
svona að koma inn sem það eftir að geti fagnað. Það getur verið bara líka, mér fannst þess að, já, kannski þið bara eins og finnast eins og þið búin að vera eitthvað í dvala eða eitthvað, bara, eitthvað svona og búið að vera allt eitthvað leiðilegt. En þetta bara hluti og tími sem þið þurfti á svona til þess að endurgera ykkur og verða svona, koma betri út í heiminn. Og það bara svona að hvíla sig, endurnæra sig og svona hlaða sig upp bara í náttúrunni eða eitthvað. En það eitthvað sem þið getur fara að fagna henni. Það eins og, þú sér að það hérna eitthvað bikar hérna sko. Það gæti verið eitthvað svona í kringum eitthvað líka. Og kannski þetta svolítið bara að skilaboð að þið þurfum að fara meira svona út af við líka. Og það bara þannig. Socialize. Dvalartíminn búinn. En ég ætla að fá hérna meira fyrir nautið. Það að vita. Knitting. You need to have something to do, and inaction is pulling you down. It is not a good time to put something on hold. Continue work. Bara að halda fram, ekki gefast upp, bara finna sér eitthvað annað eða bara finna sér eitthvað verkefni, kannski bara prjóna eða eitthvað, knitting eitthvað svona samt í það. Og það kannski eitthvað að koma inn eitthvað svona líka á verkefni líka. Þetta númer 1, og 1 eitthvað svona nýbyrjun, gæti verið, það Eris númer 1 líka. Það fyrsta húsið og það svona það sem það þurfa að vera að gera og svona action taka það sem eitthvað langar. Svo fá þetta númer 21 bread. Be good to yourself. You need to nourish yourself or another person close to you. You need to think about your fate or old habits could come up again. Just be careful not to help others too much that it could come down to your health. Já, það bara svona. Númer 21. Og kannski eitthvað samt brauð eitthvað. Kannski að taka brauð í hætta að borða brauð eða eitthvað svona. Eitthvað tengt. Kannski að vera þessum sem mastersbók, eitthvað samt næringu og eitthvað svona dæmi. Svona að huga á heilsunni. En ég ætla að fá meira fyrir eitthvað naut. Ég er komin 13.47. Eitthvað meira fyrir nautið. Og það recognition og motivation. Faith, þetta líka Wheel of Fortune. Það eitthvað svona góða fréttir og það getur tengst eitthvað svona eitthvað sem tengist eitthvað og getur verið bara utan að koma heim eða eitthvað líka. Svona getur verið því sem bara svona meira samskipti við eitthvað sem á utan eða svona samvinna kannski. Og þetta getur verið svona milli landshluta líka. Það getur verið kannski þurfum við að vera að ferðast á milli eða eitthvað. Líka á næstunni. Getur verið eitthvað tengt svona, já, árstíðarnar líka sko. Eitthvað samt kannski árstíðarnar líka, já. En ég ætla að fá meira hérna.
það eins og ég heyri það eitthvað hérna sem einhver ætlar og þeir eru kannski ekkert, þeir eru svona að fara að taka action í að vera að gera. Gera það sem að, já, svona vera með og vera að gera og fólk tekur eftir ykkur, þið eru svo adorable, þið eru bara svo dugleg og yndislega manneskjur. Myndi ég nú segja, þegar þið takið eitthvað fyrir hendur. Prospect action. Já, það er eitthvað svona ákvörðun að taka sem þið takið að breyta ykkur á núna næstunni og þetta getur verið kannski að kaupa eitthvað, getur verið fartæki sem vilja kaupa eða getur verið ferð út og það getur verið svona, þetta er eitthvað ákvörðun að taka og svona stendur action. Og kannski fáið þið líka bara, er þetta einhver frétti líka sem þið fáið sem að kemur þér svona á stað. Það er eitthvað svona magic við þetta. Og getur verið bara aðstoð frá einhverjum öðru líka. Það getur verið einhver hjá því sem að já, bara eins og engil. Nei, ég er bara að horfa á þetta, engilinn er með magic wandinn. Og það er hérna naut með stengið, það er eiginlega bara stjörnumerki hérna, fire og water, ekki mikið af sverðum sem er þá tvíburu og vassberi, það er ekki mikið svona, kannski ekki mikið samskipti en svona á næstunni, en það er verið meira svona action og vera að gera og það er svona eins og svona hjálparhönd eða eitthvað sem kemur, það er eitthvað sem að fara upp í hendurnar sem er eftir að koma inn. Hvað er ég eftir að gera meina? Það er eitthvað kannski að fá fyrir henni. Í næstunni fyrir nautið, hægurbann. Hversu gott. Þetta er eiginlega allt svona Mature Arcana og þetta er eitthvað sem stendur upp úr hérna. Conclusion, það er samband eða það getur verið viðtalisferð eða þetta er eitthvað hérna, eitthvað sem það gengur upp og það getur verið eins og þeir að fá svona einhverja viðurkenningu eða eitthvað og á næstunni Queen of Cups. Mér finnst þeir svo eitthvað svona, eitthvað svona, já, eitthvað sem er til aðstofar eða eitthvað slið, sko. Og það getur verið líka að segja eitthvað að horfa svolítið mikið tilbaka á svona sem áður var kannski. Það er það mjög mikið, verður svolítið svona bara í þakklætinu og svona. Ég sé þetta alveg fyrir mér eins og einhver spánaferð eða eitthvað. Svona eitthvað í gangi. Sólin og heimurinn og það er eitthvað svona með ferðalag og eitthvað. Það getur verið kannski eitthvað svona ákvörðuntaka varðandi það.
og meira fyrir nautið. 3 of Pentacles. Segir mér bara hérna allt hérna hjá okkur naut og þetta bara rosa góð lesning hérna hjá okkur. Það bara eins og það getur verið lofoffer að koma inn og fólk að taka eftir ykkur og það eitthvað svona já, eitthvað sem vill kannski bæta upp, koma inn og biðjast fyrirgefningar eða eitthvað, það eitthvað svona eins og sameining eða eitthvað hlið sko. Og þetta bara alltaf á góðum stað. Og getur verið svona, og verið að taka action og kemur svona hratt inn, samskipti frá okkur líka sem búin að vera að bíða eftir sem svona, þið svona eru spennt fyrir sko. Viljið svona meira með. Já, kötturinn eitthvað að rústa þarna hjá mér. Það leiðir svo. Já, gæti verið eitthvað svona sem þið satt til við. Nei, svona. En það hérna bara, ég get ekki annað sagt að það eru að fá okkur á viðurkenningu, þeir eru með bikar hérna, þeir eru með bara tilfinningulega góða fréttir. Ég hef vel ekkert meira að segja alltaf. Það er svona það eins og, já, þeir eru bara svona eiginlega og svona dett inn, þeir eru bara svona verið eftir stað og eftir tíma og það er eitthvað sem kemur upp til eitthvað sem okkur ætlað. Og svo getur fagnar seinna, þeir bara vita ekki ennþá. En já, ég ætla að byrja svo með á ástamálinu hjá singles, sem eru single og hvað er að frétta þar. Það er í gangi í ástamálinu þessum eru single í nautinu og nokkuð spil þar. Við erum með, ég er með hérna Harry Potter spil. Ég finnst svolítið gaman að nota það, það eru svona myndir að þessu svona valdi ég þetta. Já, sem er single, það er í sig samt hérna par hérna. Þeir eru svona með svona svipaðan hugsun, svona plön og svona, það er svona, það getur verið að segja kannski nýbúin að kynnast eða eitthvað hlið sko og það er eitthvað svona hann í gangi. Það er hérna air signs hérna. Týpura, Vasperi og Vogin. Svo fáum við hérna Heartbreak eða það er, já. Gæti verið þetta sé mannskja, það er þarna ást á milli ykkar sko en það er eins og eitthvað samt við svona past sorrow. Ástar sorrow og svona þurfa kannski vera svona ykkur vörn eða eitthvað en það er svona áhugaðan á milli sko. Það er eins og þeir eru bara svona að díla við svona hvað að gera og hvert á að fara og hvort á að fara með þetta áfram eða hvað. Það er svona 2 Pentacles, það er svona að vera svona eins og svona juggling. Kannski ennþá þegar þessu stigi að það verður svona juggling fram og tilbaka og ekki svona, engin festa. En já, svo að fá að vita það sem er í sambandi. Það þarf að sjá og vita fyrir nauti sem er í sambandi. Það þarf ekki endilega að vera þetta stjörnumerki sem sagði á það sko, en þeir eru samt svona á sama stað. En það er eins og, það vantar eitthvað svona jafnvægi ákvörðunartöku og eitthvað svona hvort að
hver á að taka skarið eða eitthvað fyrir sko. Það er eitthvað samt við kontról sko, kannski. En þeir sem eru samdi fyrir nautið, hvað þarf sjá að vita. Þetta er eitthvað, þeir sem eru samdið, það er eitthvað svona samdið það er svona, þeir ekki, samskiptin er ekki nógu góð svona með ákvörðunartöku, með að gera hlutina saman og það er eins og þetta er svona, bara ég er hér eða eitthvað, getur verið svolítið þannig. Og eitthvað samdið að vera, kannski eitthvað vera að kaup á netinu eða eitthvað svona, það er eitthvað svona þannig í gangi sko. Ég segi þetta bara þegar ég sé þetta hérna buy online. Og þetta getur verið eitthvað samt við samskipti á netinu eða eitthvað fyrir sko. Já, og það hefði kannski komið eitthvað svona, einhverju draugum hérna inn eða eitthvað, svona að dreigja eitthvað svona svolítið niður. En hvað með framhaldið á það sem er í sambandið? Já, þetta er, það er svona eins og vera að spá í einhverju kaupum líka. Eitthvað samt inn á heimili, sé eitthvað fleiri. Gæti náttúrulega eitthvað verið að fara að gifta sig líka innan á fjölskylduna eða eitthvað fleiri sko. Eða svona eitthvað góða frétti varðandi það. En já, ég ætla að láta þetta bara duga fyrir nautið sem er í sambandi. Ég var að prófa þetta, reyna að setja þetta svona sitt hvor. Og ég ætla að fá meira fyrir ykkur naut svona með næstu 3 mánuði. Já, ég er búin með þetta. Það er að gerast næstu 3 mánuði á nautinu. Árið hluta, 24. 2 Pentacles, styrk næstu 3 mánuði, 6 Pentacles, 7 Cups. Já, þið verður bara svolítið svona, já, svona, það gæti verið eitthvað tengt svona 4 mánuði, eitthvað svona eitthvað plan. Þetta er svona eins og að vera að ferðast eða það getur verið líka, já, þetta er eitthvað sem það þurfa að vera að bíða eftir sko. Bíða eftir fréttum, það getur verið, já, eitthvað sem við allan mjög óþolum með að bíða eftir. Sjá hvað það getur verið, hvað er það sem það er að bíða eftir. Ace of Swords, fréttum, 3 Cups. Það gæti kannski varða eitthvað innan fjölskylduna eða eitthvað fleiri sko. Ég get ekki alveg segja hvað það er, en það er svona eins og þetta getur verið svona fyrir að bíða með eitthvað svona
klára eitthvað, getur verið bara kannski eitthvað samt í skóla eða eitthvað samskipti eða eitthvað sem kemur inn eitthvað. Eða flutningar, getur verið kannski flutningur í stærra hús eða stöðuhækkun eða eitthvað svona dæmi sko. En ég sé þetta, það er greinilega plan utanlandsferð sko. Eða svona, já. Það er verið að plana á netinu kannski. En ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur. Right. Bye.